Fóstureyðing er þegar að kona sem er þunguð fer til læknis og fóstrinu er eytt. Það er að segja, hún tekur lyf sem gerir það að verkum að fóstrið deyr og þannig er hún ekki ófrísk lengur. Þetta er ekki þannig að fóstrið bara hverfi. Konan þarf síðan að fæða fóstrið, þannig að það skal enginn halda að það sé eitthvað einfalt mál eða léttvægt að fara í fóstureyðingu. Þetta er ekki lausn sem strákar geta hugsað sem reddingu eða þeir fari ekki varlega. Alls ekki. Þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á konur að þurfa að fara í fóstureyðingu og þetta er fyrst og fremst hugsað sem neyðarleið. Ef að barnið er ekki lífvænlegt, þá er þetta stundum notað og eins ef að kona verður ófrísk eftir ofbeldi eða jafnvel nauðgun. Það er ekki þannig að allir geti labbað bara í fóstureyðingu eins og þeim sýnist. Það þarf að rökstyðja hjá lækni af hverju og þetta er á Íslandi heimilt fram í 22. viku en í flestum tilfellum fer nú fólk miklu fyrr en það er í undantekningartilfellum sem það getur þurft að gera þetta seinna.